Helga, þetta að bresta á Snæfell í fyrstu umferð og það með heimaleikja réttin. Verður það eitthvað vandamál? Nei, en auðvitað skiptir það máli. En þegar upp í staði þá þetta bara 10 leikmenn inn á vellinum, 1 bolti, 2 dómarar. Þannig að, nei, það skiptir ekki máli. Ykkur búið að ganga bara tiltölulega vel á svona seinni hluta tímabilsins og náttúrulega skipt sköpum tilkoma Shannon. Það virðist vera fátt á körfuboltavellinu sem hún getur ekki gert. Hún alveg svakalega sko. Stundum bara horfum að rána æfingum og hvernig hún fór að þessu. En það rétt, okkur gengið vel. En við getum gert betur, það ekki spurning. Og við hefum mikið inni og Finnur hefur svona verið að halda okkur svolítið á jörðinni og ekki leiða okkur að fara alveg á flug. Þannig að við erum bara að bíða núna, búin að bíða síðan 12. janúar, tökum við bikarnum. Þannig að þetta loksins komið að þessu. Hvernig finnst þið staðan á hópnum ykkar núna? Eru þið klárar í slaginn og getið bara þrammað fram á veginn, björtum augum og sagt við ætlum að vera Íslandsmeistarar? Ekki spurning. Það bara, við erum allar heilar, Hafrún eru komið inn og það engar ásakanir í play-offs, það bara þannig. Þið mætið KR í fyrstu umferðinni og þetta var nú hörkuleikur þegar þið mættust í loka umferðinni, ekki satt? Jú, hörkuleikur, mikil barátta og höfðum fyrir smá hnjaski, Hildur og Berglind, en þær eru búin að jafna sig, við mætum tilbúnar á miðvikudaginn. En það búið að bætast í hnjaski, þið verðið að öllu líkindum án ölduleif í úrslitakeppninni og það töluvert. Já, það bendir allt til þess, en við veitum ennþá ekki nákvæmlega hvað þetta þannig að við vonum bara ennþá það besta. Munar þó miklu að hafa hann ekki. Þið voruð í þessu öðru sæti einhvern veginn í allan vetur. Eru þið með nógu djúpan hóp í dag svona til þess að gera raunhæfa atlögu að Íslandsmeistaratitlinum? Já, ég held að. Við erum með mjög sterkt lið, þó við séum ekki margar og bara ef við erum tilbúnar, ef við viljum þetta nógu mikið og erum tilbúin að leggja nógu mikið á okkur, þá þetta hægt og það sem við ætlum að reyna að gera. Þið virðist vera svona brjótast fram á sjónarsviðið, þeir eru að spila hvert stórleikin á fætur öðrum á síðustu árum, en það vantar ennþá þennan stóra í hólminn. Er þetta árið? Já, vonandi. Það planið. Keflavík, þið unnið ykkar vinnu vel í vetur og verðið með heimaleikin réttin svona á meðan þeir eru á lífi í úrslitakeppninni. Það hlýtur nú að vera eitthvað, eða ekki? Jú, rosa gott á heimavöllin, sko. Ég held að sé betra heldur en að byrja úti. Þá getum við kannski bara tekið þetta, 3-0. Það bara léttara, held ég. Þið hafið lent í smá basli með valsliði vetur. Þetta hafa verið hörkuleikir. Eitthvað sem vilt gefa okkur upp gameplanið hjá okkur fyrir þessa seríu? Ég held að það fari bara rosalega eftir í hvernig við komum í leikina. Hvort að allir séu í standi og ég veit ekki. Þetta misleikindi sem við höfum tapað á móti með þeim höfum ekki komið rétt í leikina með rétt hugafar og þannig. En já, ég held að við spilum bara hraðan bolta eins og við gerum alltaf. Kynnum völlina á þær og eins og Keflavík gerir oftast. Og breytin í hópnum, hún virkilega góð. Þið hafið farið svolítið langt á henni í vetur, eða ekki? Jú, við erum með, góða breytt og góða reynslu, Pálína, Birna, Bryndís, allar þessar, Ingibjörg. Það kenna okkur rosalega mikið. Staðan á hópnum, allir heilir? Nei, Ingu nefnilega með brotin nef, nefbrotna, og með eitthvað sprungið bein, eitthvað. Og hún var með okkur aðeins í gær með grímu bara, það hefði gerst áður hjá henni. En það vist ekki að gera neitt í svona, það bara harkan og ég held að hún eftir að spila alveg. En það einmitt það sem koma skal, það harkan eða ekki? Jú, allavega það Siggi að þjálfa okkur, sko. Þið að presta á og það eru deildarmeistarar Keflavíkur í fyrstu umferð hjá ykkur. Liðin skiptu leikjunum 50% á milli sín. Mun heimavöllur Keflavíkur eða ykkar hafa eitthvað að segja í þessari seríu? Nei, það held ég ekki. Ég held að það skipti engu máli hvar að spila, en ég meina, við erum búin að vinna þær á útivelli og
það er búin að vinna okkur líka á heimavelli og ég held að skipta engu máli. Staðan á Valsóknum í dag, hvernig er hún? Ég held að séum bara sprækar. Við erum bara tilbúnar í þetta, búin að bíða eftir þessu lengi og auðvitað mistum Gugga þarna út sem var ömurlegt en við rifum okkur upp úr því og erum bara orðnar sterkar og tilbúnar í þetta. Keflavíkurliðið, hvernig blasir það við þér? Það eru auðvitað sterkar og með bara flott lið sko og ég veit alveg að það er mæta tilbúnar og þetta skiptir bara máli hvort liðið mætir grimmar og hverju vil þetta meira. Valsliðið í körfubolta er nú tiltölulega ungt körfuboltalið en enga síður reyndir leikmenn sem skipa hópinn. Stemningi í klúbbnum fyrir úrslitakeppninni? Við erum bara mjög stemmdar og hrikaleg stemning fyrir þessu. Það eru margar að gera þetta núna bara í fyrsta skipti held ég. En svo erum við margar líka reynslubolta og það dreifist svona svolítið mikið þannig að við erum að hjálpa okkur annarri bara.